Nú ætlum við að kíkja á hvernig almenn brot og tugabrot tengjast. Í raun eru almenn brot og tugabrot sami hluturinn nema að við skrifum þetta bara á ólíkan hátt. Við getum skrifað hvaða tugabrot sem er sem almennt brot og öfugt, þó svo við þurfum reyndar stundum að námunda. Við munum að næsti staður fyrir aftan komu var 10. hlutasæti og næsta var 100. hlutasætið. Þurfum í raun að skoða í hvaða sæti er aftasti tölustafurinn sem er. Hér er hann í 100. hlutasætinu, þá verður tugabrotið okkar 100. hlutar. Og af því að við erum með 0,56, þá erum við með 56 hundruðustu. Síðan þurfum við að stytta það og við getum stytt það með 2. Að gera það hérna. Þá fáum við 28 50. Við getum aftur stytt með 2. Eða stytt bara strax með 4 ef við sjáum að það virkar. Þá fáum við 14 20 og 50 og við styttum það ekkert meir. Í næsta dæmi sjáum við að aftasti tölustafurinn okkar er 7. Hún er í 10. hlutasætinu. Þá er 10 undir striki og svo kemur 7 upp á og þetta styttum við ekki neitt. 0,024, þá eru 4 aftasti tölustafurinn og það er í 1000. hlutasætinu. Þá kemur 1000 undir strikinu og svo bara 24, ekki 0,24, við skrifum það aldrei, skrifum bara 24. Þetta getum við stytt með 2 og raunar getum við stytt þetta með 2 þrisvar. Ég ætla að fara bara beint í að stytta með 8 og þá fæ ég 3 á móti 125. 3,6, hérna er 6-an í 10. hlutasætinu, þá verður tugabrotið með 10. hlutar, en svo eru 36 hérna, ekki 3,6, heldur 36 10. hlutar. Því að með því að breyta þessu 10. hluta þá er ég að taka kommun í burtu. Þetta get ég stytt með 2. Þá fæ ég 18 50. Það stytti ég ekkert meir, gæti skrifa þetta svo sem blandna tölu. Sama hér, 2 tölustafir fyrir aftan komu, tvisturinn er í 100. hlutasætinu, þá er þetta 100. hlutar og svo skrifa ég 452 og ég get stytt það með 4 eða með 2 tvisvar. Gefur mig sömu niðurstöðu, þá fæ ég 113 á móti 25. Og síðasta, það er tvisturinn í 1000. hlutasætinu, þá fæ ég 1000. hluta og þetta er 1002 1000. hlutar og þarna get ég stytt með 2. Deili ég með 2 báðum megin og fæ út 501 á móti 500. Það stytti ég ekkert frekar. Hérna er að fara í hina áttina að skrá sem tugabrot og þá gerum við í raun þannig að þetta eru 10. hlutar og þá veit ég að þristurinn á að koma í 10. hluta sætið. Hérna er þetta 100. hlutar, þá kemur það í 100. hluta sætið og ef þetta er 3 og 1 10. hluti þá er þetta bara 3,1. 4,005. 5-an, af því þetta eru 5000. hlutar, þá er 5-an að koma í 1000. hluta sætið. Sama hérna 8,53. Hérna má ég gera 0 hér en ég má líka sleppa því. Og hérna 2,286. Hér þarf ég líka að passa eins og þið tókuð eftir hér að gera 0 þar sem það á við. Lengjabrotin, við erum ekkert alltaf með 10. hluta. Áðan voru brotin alltaf 10. hlutar eða 100. hlutar eða 1000. hlutar. Hvað ef að brotin eru það ekki? Jú, þá þurfum við að lengja þetta þannig að þetta verði 10. hlutar eða 100. hlutar. Við getum ekki margfalda 4 þannig að þeir verði 10, en við getum margfalda þannig að það verði 100.
þá gerum við það bara 25 hundruðustu sem eru 0,25. 2/5 þetta getum við margfaldað upp í tíundu hluta með því að gera bara sinnum 2. 4 tíundu sem eru 0,4. 25 margfaldað upp í 100, 4 sinnum 12 hundruðustu 0,12. Stundum erum við með tölur sem er ekki hægt einu sinni að margfalda upp í 10, 100, 1000 eða í raun neina vitræna tölu. Þá þurfum við bara að slá þetta inn í vasareikning og hérna fáum við 0,1111 og þetta verður bara það bil 0,11 og geta nota 2 aukastafi. Hérna fáum við 0,4285, 0,43. Passum okkur á því að næsti tölustafi fyrir aftan tvistin 8. Það þýðir að tvisturinn hækkar upp í 3 og maður námunda rétt. Og hérna fáum við 0,3333 bara endalaust og það er það bil, þetta merkið þýðir það bil 0,33.